Gunnarsdóttir, stjórnmálamaður. Þá býð ég velkomna í pontu formann Sambands ungra sjálfstæðismanna, Laufeyju Rún Ketilsdóttur. Kæru sjálfstæðismenn og vinir. Það mér sérstök ánægja að standa fyrir framan ykkur í dag. Þetta í fyrsta sinn sem ég ávarpa landsfund sem formaður ungra sjálfstæðismanna. Þessi landsfundur líka sá fyrsti fyrir marga unga sjálfstæðismenn sem stíga nú sín fyrstu skref í pólitísku starfi. Það stór hópur ungs fólks sem nú sækir landsfundin, eða rúmlega 200 manns. Það því mikill misskilningur að ungt fólk hafi ekki áhuga á stjórnmálum. Á landsfund mættur stór hópur sem ætlar að láta að sér kveða og gera sitt besta til þess að hafa áhrif á stefnu flokksins með frelsi að leiðarljósi. En víkjum nú að þjóðmálum. Þegar horft yfir sviðið öllum ljóst að það breytingar í loftinu. Nýjar hugmyndir til umræðu. Nýjar kynslóðir að stofna til fjölskyldu. Nýjir einstaklingar að reka fyrirtæki. Og ný tækni hefur breytt samskiptum, viðskiptum og stjórnmálum. Það að verða ákveðin kynslóðaskipti. Nýjar kynslóðir hafa aðra sýn á þjóðfélagsmál en þær eldri. Það unga fólk sem nú skipar yngstu sætin í hagkerfinu hefur alist upp við mikla tækni, góða menntun, tíð ferðalög og aðgengi að internetinu. Þetta frjálslyndar kynslóðir sem fagna fjölbreytileika. Og eins og allir vita, þá fylgja nýjum kynslóðum oft nýjar hugmyndir. Kæru landsfundargestir. Ég sat í liðinni viku og vann að undirbúningi landsfundar og fór í gegnum gamlar landsfundarályktanir. Þær endurspegluðu allar tíðarandann og tóku oft á málum sem í dag eiga sér enga tilvist í nútímanum. En eitt atriði var ítrekað hér bil í hverri einustu ályktun. Það var samstaða að frelsið væri forsenda framfara. Ég vona, kæru fundamenn, að sú samstaða standi enn og að landsfundur muni sameinast að auka frelsi á Íslandi. Við ungir sjálfstæðismenn komnir á landsfund með nýjar hugmyndir. Við höfum setið löngum stundum við að móta hugmyndirnar sem allar raunhæfar, hófsamar og málefnalegar. Mig langar að taka nokkur dæmi. Við leggjum til að ungu fólki verði gert auðveldara að eignast húsnæði. Með því að ríkið einfaldi regluverk og aflétti margvíslegum kröfum sem keyra upp húsnæðisverðið. Í húsnæðismálum ríkisvaldið ekki lausnin, heldur vandamálið. Við leggjum til að ungt fólk geti komið undir sig fótunum með vinnusemi og frjálsu framtaki. Til þess þarf að afnema háa skatta og þrepaskipt skattkerfi og snúa aftur að einföldu kerfi með lágum sköttum. Við viljum afnema ríkisvarin forréttindi. Allir eiga að geta stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Sá sem góður í að taka ljósmyndir ætti að geta rekið ljósmyndastofu en vera ekki krafinn löggildingu frá ríkinu. Við viljum afnema ríkisafskipti af nöfnum fólks. Við viljum aftur verði löglegt að heita hinu íslenska nafni Skallagrímur. Við viljum frelsi í menntamálum svo að skólar geti boðið aukna sérhæfingu. Foreldrar þurfa valfrelsi til þess að kjósa þá menntun fyrir börnin sín sem hentar hverjum og einum.
Ríkisframlag getur fylgt barni á þann stað sem foreldrar kjósa. Við viljum frelsi í heilbrigðismálum, svo vel menntaðir og færir læknar geti snúið heim og rekið sín fyrirtæki hér. Það græðir enginn á því að læknar þurfi að fara til útlanda til þess að reka fyrirtæki utan sína kunnáttu. Við viljum því frelsi til þess að velja í heilbrigðismálum. Við viljum frelsi í trúmálum. Ríkið á ekki að heimta skatt sem það færir svo trúfélagi. Trúfélög ættu að vera eins og öll önnur félög sem biðja félagsmenn að greiða félagsgjald. Þá þarf að aðskilja öll tengsl ríkisins við trúfélög. Hér hef ég nefnt nokkrar hugmyndir sem ungir sjálfstæðismenn hafa kynnt hér á landsfundi. En við höfum einnig kynnt hugmyndir sem snúast að gera Ísland að landi með sömu lífsgæði og þekkjast erlendis. Þar nefnum við atriði sem allir dásama á ferðalögum og við náum erlendis, en missa svo við að koma aftur heim til Íslands. Ég nefni þar 2 dæmi sem allir ættu að þekkja. Áfengi selt í matvörubúðum í nær öllum vestrænum ríkjum. Á Íslandi það enn í höndum ríkisins. Að koma aftur til Íslands þýðir að missa frjálst aðgengi að þessari löglegu og sjálfsögðu neysluvöru. Vörur sem pantaðar á netinu eru sendar heim að dyrum erlendis. Ungt fólk pantar vöru í símanum og fær hana til sín næsta dag. Á Íslandi þarf að fara á fund tollstjóra með kvittun og eiga þar samtal við embættismann. Að koma aftur til Íslands eins og að fara aftur í tímann í vöruviðskiptum einstaklinga. Þessu þarf að breyta. Ferðin aftur heim til Íslands frá útlöndum á að vera ferð á betri stað. Það á ekki að vera ferð aftur í tímann. Við, ungir sjálfstæðismenn, viljum að Ísland sé land tækifæranna. Við viljum að hingað vilji allir koma og búa, reka sín fyrirtæki og leggja sitt af mörkum við að byggja upp besta samfélag sem völ á. Kæru fundarmenn, mikið af því sem í dag eru fastir liðir í stefnu Sjálfstæðisflokksins voru eitt sinn róttækar hugmyndir ungs fólks sem mættu andstöðu þeirra sem eldri voru. Við höfum nú tækifæri til þess að sýna ungum kjósendum að Sjálfstæðisflokkurinn flokkur unga fólksins, hann flokkur tækifæra og hann flokkur nútímans. Það dugar ekki að kinka hér bara kolli. Verkin þurfa að tala. Taka þarf upp bláa spjaldið og segja já þegar hugmyndir okkar koma til atkvæða. Við þurfum stuðning ykkar allra hér inni. Ég vil því ljúka ræðu minni hér með því að biðla til ykkar að sýna hugrekki þegar kemur að því að sækja fram, að sýna umburðarlyndi þegar kemur að ólíkum leiðum að lífshamingjunni, að sýna dirfsku þegar kemur að því að treysta einstaklingnum fyrir eigin lífi og að sýna sjálfstæði þegar kemur að því að styðja góðar hugmyndir. Megi landsfundur 2015 verða upphafið að sókn Sjálfstæðisflokksins með nýjar hugmyndir handa nýju fólki inn í nýja tíma með frelsi að leiðarljósi.
Bestu þakkir Laufey Rún og þá tekur til máls formaður Verkalýðsráðs Sjálfstæðisflokksins Jón Ragnar Ríkharðsson. Gjörðu svo vel.